þessari akademísku kynningu. Margir gestir. Þekkja annars fjöldileik ég og verkefnastöður á Menntasvið Kópavogsbæjar. Og áður en við byrjum í dag ætla ég að fara inn á praktíska atriði. Það verður tilbúinu, sem sagt þessi fræðsla. Og fljótlega verður upptakan birt á vef SSH, sem ssa.menntamiðlar.is. Og annað, já, og af þeim sökum þarf ég að byrja að slökkva hringingum í farsímanum, þannig að það er skemmt að þeir var ekki hringja veitum uppátt. Nafnalistar mér gátt salinn, þeir eru hérna merktir hverju sveitarfélagi fyrir sig. Og ég ætla að byrja að twitta á viðeigandi sveitarfélag og láta svo bara restina ganga áfram. Við erum búin að lenda í alltaf síðasta fundi okkar og þá var leysnir komin bara í hálfan salinn eftir 90 mínútur. Þannig að endilega láta ganga svolítið hægt og við erum að láta alltaf skrá sig. En þá getum við byrjað. Sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu hafa nú undanfarin ár haft samstarf símenntun grunnskólakennara og haft ýmis áhersluatriði í forgrunni, svo sem leiðsögumatið, hæfnirými, ráðgjöf börn, en síðastliðin prófvetur hefur áherslan miðað á fjölmenningu og nemendur með íslensku sem annað mál. SSH-hópurinn sótt og fékk Erasmus Plus-styrk í fyrra sem gjör okkur kleift að senda 27 kennara til Norðurlandana á haustið 2017. Og var þeim skipt í 3 hópa, einn hópur til Danmerkur, annar til Svíþjóðar og samt til Noregs. Kynningin hér í dag önnur í röðinni af 3 sem haldnar eru í kjölfar ferðanna. Sú fyrsta var 12. febrúar síðastliðinn og fjallaði kennarann og fjölbreytta nemendahópinn, kennslufræði fjölmenningar og þriðja og síðasta kynningin var svo 12. mars og mun fjalla móttöku nýrra nemenda og aðferðir mat á námsstöðu. Það má náttúrulega gera ráð fyrir að það verði einhverja endurtekningar milli kynninga þar sem við þurfum að halda samfellu í hverju kynningu fyrir sig. En þetta vinnuhópurinn sem vann að þessari kynningu sem verður til í dag. Þetta hópur þvert á ferðirnar, þáttakendur fóru í allar ferðir og við erum líka þvert á sveitarfélögin eins og við sjáum. Ég ætla að bjóða vinnuhópurinn bara velkomin og við ætlum að kynna fyrir ykkur hvernig nágrannar okkar á Norðurlöndunum haga móttöku og aðlögun innflytjenda eftir nokkuð langa reynslu. Og svo fyrir við stöðuna sem lítið við okkur og lokum tökum við saman niðurstöður eða þær aðgerðir sem við teljum brýnast að fara í. Og svo, Kristín. Já, komið þið sæl. Ég heiti Kristín Sigurleifsdóttir og ég kennari í Garðaskóla í Garðabæ. Ég var svo heppinn að fá námsleyfi í mitt þegar var verið að leggja áherslu á íslensku sem annað mál og naut þess alveg. Takk fyrir það, SSH. Og velkomnir allir fulltrúar SSH sem er komnir í dag. Réttu bönn. Já, enginn átt á lofti. En svoleiðis þetta bara. Heyrði, en við vorum þess að 10 sem fórum til Svíþjóðar, mjög skemmtilegur og grímandi hópur og vorum þar í 3 daga í Malmö. Og þar heimsóttum við fyrst Rósingarskólann sem er svo sérstöðu að það hefur ekki verið nemandi af sænskum ættum síðastliðin 15 ár. Og sem að þýðir náttúrulega að allir 400 nemendur skólans eru tvíeða fjöltengdir. Og það eru 50% af þessum börnum sem hafa sest að þarna í Malmö síðastliðin 4 ár. Við vitum alltaf að það er komið mikið bylgja af fólki sem hefur verið að leita að betri aðstæðum sem hafa verið heimalandi þeirra. Það eru margir þeirra sem hafa aldrei fyrir á ævi sinni verið í skóla og þess vegna er Rósingarskólann svona indexskóli. Það þýðir að skólinn fær fjárveitingar eftir því sem að þörf er. Það er ekki skorin heitur nöfn, það er bara gert allt til þess að börnum takist að aðlagast og mennta sig hrætt og vel. Það eru nemendur í Rósingarskólanum sem eiga þess að frábæru fyrirmynd. Dásamlega fyrirmynd. Engan annan heldur en sjálfan Zlatan Ibrahimović. Hann fræga eins skærasta fótboltastjarna Svíþjóðar og enda eru myndir og bækur hann alla veggi í öllum skólanum.
Við fórum líka í Lórentsborgarskólann sem ívið minni skóli og mun rólegra hverfi. Og þar starfar allt í senn, forskóli og grunnskóli og skóladagheimili. Og það sem stendur upp úr þeirri heimsókn alveg bara einstaklega vel heppnuð teymisvinna. Það vinna nefnilega saman teymi kennara og sérkennara og námsleiðbeinenda sem heitir á sænsku stúdíuhandledari og skilst að þessi búið að finna íslenska nafn brúarsmiður hérna og síðan eru svona frístundarfræðingar og allt þetta og síðan sálfræðingur í hálfu starfi og allt þetta fólk vinnur sem teymi af því að mennta þessi börn komin til þroska. En hún Elsa útskýrir þetta kannski aðeins betur eftir þegar kemur að henni að segja frá þessari mikilvægu stétt sem ekki til hér á landi, þessi stúdíuhandledari sem heitir þá brúarsmiður á íslensku. Nú, en þriðja deginu, nú veit ég ekkert hvernig á gera næstu glæru, eftir, og þá er vortið, já, hérna þetta, nú sjáum við svona, já. Það sem vakti hins vegar svona mesta athygli hjá okkur var tungumálamiðstöð sem í Malmö. Það alveg einstök stofnun á okkar mati og algjörlega til fyrirmyndar, eitthvað sem ætti að vera skoðað hér á landi fyrir landið sem heild. Í Malmö nefnilega svona svipaður íbúafjöldi eins og á Íslandi. Það 330.000 dagar, ég held að við séum nýkomin yfir 340.000 markið og grunnskólanemendurnir reyndar miklu færri. Hér eftir því sem best veit 50-60.000 börn en þarna eftir 20.000 en þeir koma frá 100 löndum. Í tungumálamiðstöðinni þar sem sagt skipulögð kennsla erlendra nemenda og í Malmö þá eiga 56% af nemendunum rétt á móðurmálskennslu á 45 tungumálum og miðstöðin heldur utan samstarf utan starfið hjá þessum 260 móðurmálskenningum sem þar starfa. Og ég ætlaði bara að benda á það að við vorum þarna þennan dag og þar hittum við meðal annars unga og klára konu sem heitir Auður Viðarsdóttir. Við heitum ekki til stelpur Rokka, það var hún hérna heim. Og hún hefur skapað þessi vinnu þarna við að kenna íslenskum börnum okkar ástkæra tungumál. Og það sem sagt þannig að það þurfa að vera alveg á lágmarki 5 krakkar til þess að það sé hægt að bjóða upp á móðurmálskennslu. En kenna þetta til baka á milli, þeir eru kannski mörgum skólum fara á milli og kenna. Og það 260 manns sem sinna því. Það náttúrulega alveg öðrum ljóst sem að hafa búið í öðrum löndum eða kynnst fólki sem að læra íslensku eða fyrst með máltöku barnanna sína, þá þetta ljóst hvað móðurmálið stórkostlegur grunnur undir námið í öðrum löndum. Og þess vegna finnst okkur svo frábært að sjá að það sé vel haldið utan það, að það sé passað upp á að ekki látið ráðast hvort að fólkið í fjölskyldunni, pabbi, mamma, afi, amma, frænka, frændur, hvort að þau geti haldið utan að kenna barninu það sem að annan orðaforða sem að þarf að hafa alltaf mikið á þess geta byggt von á önnum tungumál. Það þarf sem þetta. Ég eiginlega alveg vissum að við höfum fólki með þá menntun og hæfileika á að skipa hér. Vitum alveg að það 10% af þegnum landsins sem eiga að velja til betri börnum. Og margt af þessu fólki með góða menntun og gæti hæglega tekið þessi. Ég held að við ættum að hugsa það mjög alveg. Já, það þetta 4 deildir og það þeir reka skóla fyrir unglinga. Þá sem að koma þarna í byrjun til landsins þegar við erum í 7. til 9. bekk sem við erum svo 8. til 10. hér á landi, að þeir flytja þarna, þeir sem að eru í 10. bekk, kannski 10. Þeir eru þarna allan vetur, því þeir hafa bara þennan eina vetur til þess að ná þannig tökum á tungumálinu að þeir eigi möguleika á því að fara í framhaldsnám meðan þeir eru á þeim aldri sem það hentar. Í tungumálamiðstöðinni þetta sem mósaíkskóli, eins og þið sjáu þarna, ein sneiðin af þessu. Síðan það móðurmálskennslan sem ég var búin að útskýra fyrir ykkur og svo það leiðsögn og stuðningur. Það það sem okkur finnst líka vanta svo mikið hér.
það svolítið þannig að hver og einn að reyna að bjarga sér á sínum forsendum og það ekki eins og að við séum ekki dugleg og klár. Við erum búin að gera alveg ótrúlega hluti. Ég bara á öðrum vetri. Ég ekki merkileg persóna í þeim samhengi, en það sem við hefum gert fyrir norðan hjá Agnet, það sem hefur verið gert á Tungumálatorginu, það sem hefur verið gera á miðju Máls og Læsis, allt þetta fólk og allir þessi kennara sem fer á sínu eru að reyna aðlaga efni allt svoleiðis. Við leggjum okkur öll fram. En það vantar samræmingu. Þá samræmingu gæti við ekki fram ef við bara einfaldlega ákveðum það. Það ekki okkar ákveðum. Í Malmö var gerð úttekt á stöðu nemenda. Við höfum alltaf líka að fá fréttir af því sem að norrænu ráðherranefndin finnst hvernig við stöndum okkur núna í því að taka á móti fólki. Við höfum ekki eins og við þessu og hinir á Norðurlöndunum. Við höfum núna fyrst verið að fjölga hratt hjá okkur og þá þurfum við líka að læra af frændum okkar á Norðurlöndunum. Þá gerði úttekt stjórnvaldsákvörðunum, það gerði úttekt á stöðu nemenda og niðurstaðan var slæm hjá þeim. Og þetta var árið 2015 eða 16. Þá ákváðu þau að þetta gengur ekki. Við verðum að ná að halda utan um þetta. Þau söfnuðu saman öllu þeim sem vissu mest og best og stofnuðu þessi Tungumálafélag. Og þar hafa allir aðgang. Þar eru ráðleggingar gegn til allra þeirra sem eru að kenna. Við höfum alveg vísað þessu hér á miðju Máls og Læsis. En það bara fyrir Reykjavík, það ekki fyrir Víðingarfellinu eða hina sem búið í Hafnarfirði eða Akureyrarstuðu eða hvað sem við ekki segja. Mér finnst að það þarf þurfi að sjá til þess að þetta verði sett á í það minnsta fyrir SSH, Samtök sveitarfélaga og höfuðborgarsvæða, helst fyrir landið. Ég ætla ekki að dæma það, ekki nýtt að hafa skoðun í hvort það sé ríkið eða fyrirtækið sem að standa fyrir þessu. Ég ætla samt að segja mína skoðun. Mér finnst að ríkið eiga að standa fyrir þessu. Til þess að jafna stöðu sveitarfélaga, við vitum alveg að þau eru vísinlega sterk búið til þess að standa undir þessu. Rétt eins og með námsefnið, því skildum við ekki nýta okkar mannlaug, hægasta, klárasta fólkið, sundagið reyna þetta til dæmis. Akkur skildum við ekki nýta það. Foreldrar barna erlendum uppruna eiga ekki að þurfa að standa sjálfur fyrir skólahaldi. Og við kíkjum aðeins betur á það. Þetta sem sagt í 5 hlutum. Fyrir það fyrsta sem við sjáum þarna lengst, maður verður alltaf svo ruglaður þegar maður stendur og snýr baki í þetta lengst til hægri. Þá það svo einfaldlega þannig að þetta einn staður fyrir að koma sem að koma inn til Malmö. Þangað fara allir og eru innritaðir og fara í læknaskoðun eftir sem sagt samþætt og innritaðir sem menntakerfis. Það getum við líka gert hér. Svo stórum kvennastéttir, við erum búið saman. Og þar eru börnin öll skráð og síðan fara þau öll í svona kortlækningu, það ekki dagskólinn í miðjunni. Og hún samt að útskýra það betur núna rétt strax, hvernig það fer fram. Krakkarnir sem eru elstir, eins og ég var að segja, í 9. bekk, þeir það bara reynt að kenna þeim, hægast að fólki mikið til þess að kenna þeim. Allir þeir sem eru klárast og trúlegast ekki í. Ég ekki að segja þeir sem eru trúleg, ég bara að segja kannski reyndur sem bestur í þessu veginu. Að þeir finnir til þess að reyna að gera allt annað dregið möguleika. Og síðan það leiðsögn og stuðningur sem var líka að tala að þarna staður þar sem fólk hittist að meðaltali 4 sinnum á önn. Þeir sem eru að kenna börnum með samfærandi tungumál, þeir skiptast á skoðunum, þeir hafa aðstöðu og aðstæði þar. Þeir geta hist þarna og hjálpast að við undirbúa kennsluna, þeir geta ráðið ráður sínum, deilt með sér efni, tóðið saman bækur sínar. Þetta alveg frábært stað. Þetta þarf að vera bæði fyrir kennara og líka við þá sem eru svona námskeiðin. Svo móðurmálsdeildir sem við myndum að segja líka með 260 kennara. Þannig að nú var búið að setja upp svona nokkuð skiprit og það stendur bara þegar nýr nemandi kemur, þá byrjar þetta á skrásetningu og síðan kemur kynningarlota, takk eftir að það neðst stendur stöðum að hún aldrei um 2 vikur. Það ekki verið að tala að börnin eigi að fara í að vera í móttökudildum og alveg bara endalaust. Þau koma þarna, þau fá grunnkynningu, það fara með að sögna og útskiptir við skólakerfið og útskiptir við foreldrum, þessi vænst af þeim og svo framvegis. Síðan að þeir sem eru í 7. til 9. þeir eru þarna bara
flestir í 7. og 8. eða 8. og 9. eins og Íslandi, þeir eru bara þarna í skamman tíma en nýttir eftir allan tíma, lýkur sínum grunnskólanámi þarna í deildinni og svo eru þetta börn sem hafa aldrei verið í skóla, tala mjög ólíkt tungumál og það er ekki svona sér úrræður, þau þekkja kannski ekki latneska stafrófið. Það er svona sér aðgerð sem er aðstæður sem settar upp í þau. Þetta var það sem ég langaði að segja í frumvarpinu. Og núna kemur hún Helga og segir aðeins betur frá þessum kortleggingum. Takk fyrir. Já, komið í sæl, ég heiti Helga Guðnóður, kennari í Vættaskóla og ég ætla að tala hérna kortlægninguna sem að þeir hafa innleitt hjá sér í Svíþjóð og Malmö og þetta er sem sagt kortlægning eða prógram sem allir nemendur fara í gegnum og þegar þau hefja nám í sænskum skólum í Malmö meira að segja líka íslenski nemendur fara það í gegn og þetta er prógram sem er til þess að kanna námslega stöðu barnanna og í upphafi skólagöngu. Við skoðum þessa kortlægningu þarna í språkcentralen í Malmö og hún skiptist í stig 1 og stig 2 og eins og Kristín kom inn að það byrjaði jafnframt í móttökudeild í skólakynningu á sænskum skólum og þetta er það sem við erum verið að fara í gegnum á stigi 1. Það er svona klukkutíma langur fundur sem eru með foreldrum og nemendum og alltaf túlkur með og það fer fram á því máli sem barnið er sterkast í sem er kannski ekki nefnilega móðurmálið. En þarna er foreldrum gerð grein fyrir því og barnið líka að byrja að þetta er ekki próf, það er ekki markmið að koma sem best út úr þessu prófi, þetta er bara að finna staðinn sem barnið er á. Hvar hæfir því að fara í hvaða bekk til dæmis og hvað kann það. Finna stöðu þessi í skólakerfinu. Þarna er líka að skoða hvaða reynsla barnið hefur af skólagöngu áður, hvaða menntun þau hafa eða hafa þau enga menntun kannski, áhugamál og væntingar til nýja landsins og skólagöngunar í byggð. Svo er stig 2 og það skiptist í 2 cirka 70 mínútna langa fundi og þeir fara einnig fram á því tungumáli sem barnið er sterkast í og túlkur til aðstoðar. Þannig eru foreldrarnir ekki með því að þeir hafa tilhneigingu til að vilja þægra getu barna sinna og þá er ekki marktæktar niðurstöður. Þannig er verið að skoða tungumál barnsins í víðara samhengi. Þeim er skipt í 2 hópa eða þrep þarna, þrep A eða 1, nemendur sem eru að læra að lesa eða að skrifa og þrep 2 það eru nemendur sem kunna að lesa og skrifa. Það eru lagðir mismunandi textar fyrir börnin í þessum fundum og það eru til 3 mismunandi námsefnispakkar sem eru notaðar til að skoða til dæmis lesskilning og þá eru annarkvæmt börnin að lesi fyrir þau eða þau lesa sjálf þau getur það og þá kunni einhverja orðmyndir eða hvað þau eru stödd í lestri. Svo eru þau látin hlusta á sögu og útskýra, svara spurningum til að reyna að átta sig betur á hvað þau eru stödd. Þessi pakkar, námsefnispakkar eru til á mörgum mismunandi tungumálum og til dæmis á íslensku líka og það tekur svona 2 vikur að fara í gegnum þetta prógram og svo fara þau þá yngri krakkarnir bara í heimaskóla, eldri krakkarnir eru aðeins lengur í móttökudeild, cirka 7 vikur og svo þegar elstu er náttúrulega allan veturinn til að ná betri undirbúningin til framhaldsskóla. Þarna er líka skoðaður talnaskilningur þeirra, hann er metinn og kortlagður og það er skoðuð stærðfræðileg hugsun, talnaskilningur, útskýringur og rökhugsun í metinn. Mikið notaðar myndir til að skoða þetta. Við kortlagningu og rökhugsun og þekkingu með stærðfræði er fyrst og fremst stuðst við myndefni sem skrúðverkefni sem er svona samsvarandi í Menntamálastofnun hjá okkur.
leggur þeim til. Þarna athuga hvort að nemendur þekki hugtök sem eru notuð í mismunandi form og gengið eftir talnaskilningi, athuga til dæmis hvort þeir gera sig grein fyrir að húsið hátt miðað við strákinn sem stendur þarna við rauða gaflinn. Hvort þið geti ímyndið sér hvernig maður finnir ummálið á gjörðina hjólinu sem stendur þarna líka. Nota þessar tengingu svona til að finna okkur þessu. Okkur finnst þessi kortlagning mjög góð hugmynd og myndum gjarnan vilja að þetta er tekið upp hér, samræmd kortlagning fyrir allt landið, þannig að sé hægt að meta námslega stöðu allra nýrra nemenda og sama hátt, en við séum ekki hvert og eitt okkar í okkar horni að reyna að finna út úr þessu einhverjum. Og þá ætlar hún Elsa að taka við. Ég heiti Elsa, ég er kennari í Snælandsskóla í Kópavogi. Þetta er við, og ég er eftir. Þegar kortlagningunni lýkur, þá eru gerðar ráðstafanir sem að hæfa hverju og einu barni. Og þar á meðal eru einstaklingsnámskrár. En þær eru gerðar og síðan eru þær endurskoðaðar eftir 4 vikur og staðan skoðuð, gerð ný ef þarf. Það þarf að finna rétta bekki til þess að krakkar hvernig passa inn. Það þarf að gera ráðstafanir með móðurmálskennslu eða kennslu í sterkasta máli og því líkt. Samstarfi við foreldra er líka talið lykill að góðri aðlögun og skólarnir halda fræðslufundi með foreldrum. Og á þessum fræðslufundi mæta gjarnan fleiri úr nærsamfélaginu, lögregla, slökkvilið, félagsþjónusta og fleiri. Þessi fundir eru haldnir seinni part dags og eru með kaffihúsafyrirkomulagi. Og þar er hægt að koma á framfæri alls kyns fræðslu og foreldrar að fá tækifæri til þess að spjalla saman og spyrja ýmissa spurningar. Þetta fyrirkomulag virðist stjórnast foreldrum vel því að þeir eru alltaf vel sóttir þessu fundir. Stúdíóhandleiðing, námsleiðsögn eins og brúarsmíði eins og ég bara í morgun. En barn sem hefur annar móðurmál í sænsku, það á rétt á 80 mínútna 80 mínútum á viku. Hvað vantar í? Gert. Takk fyrir það. Já, barn sem hefur annar móðurmál í sænsku, það á rétt á 80 mínútum á viku í móðurmálskennslu og alltaf 60 mínútum á viku í handleiðslu. Og á annarkvort móðurmáli eða sínu sterkasta máli. Og sterkasta máli eins og við komum hann ekkert eftir móðurmáli og ég var eftir í stúlka í Vörubórsskóla sem við hittum. Hún var frá Skýrlandi, 10 ára gömul. Hennar sterkasta tungumál var ítalska, en hún hafði arabísku sem móðurmál. En það kom til að hún var búin að búa í flóttamannabúðum í Ítalíu í 7 ár. Þannig að það er ekki alltaf sama máli. Svíar telja að 10 eða 14 börn, þau eiga á hættu að verða eftir í námi ef þau kunna ólítið í sænsku og því beri handleiðslan þeim mögulegt að halda áfram þar sem þau voru spennt á þessum búin ef þau hafa verið í skóla. Móðurmálskennari í máli barnsins, hvort sem það er móðurmáli eða sterkasta mál, hann sér handleiðsluna. Á ég í það? Hún er allt bara. Svona. Hann sér handleiðsluna, já, og hann hjálpar barninu að skilja og taka þátt í náminu í ýmsu greinum. Hann sér einnig að barnið fái fræðslu sitt heimaland og sína menningu. Barnið fær daglegri stuðning til að komast inn í skólakerfið og standast námstöðu sem þessum gerðar. Handleiðarinn eða brúarstöðurinn eða móðurmálskennarinn, hvað við kalla þetta, útskýrir efnið
hérna bæði á sænsku og móðurmáli eða sterkasta máli. Og þeir skipuleggja handleiðslurnar í samvinnu við faggreinakennara. En handleiðsla getur farið fram á mismunandi hætti, ýmist einstaklingslega eða í minni hópum. Hún fer gjarnan fram fyrir kennslustund, eins og stundar næstu. Þá það þannig að handleiðarinn fer með nemandanum í gegnum námsefni sem á að fara í kenna. Þannig að barnið viti hvað námsefni þegar kemur inn í tíma. Í öðru lagi þá fer það stundum fram í kennslustundinni. Þetta algengasta formið á handleiðslunni, það að hún fær fram inn í tíma, eins og við þetta stundum. Og við sáum stundum inn í þeim stofu sem vorum kíkjum í stofustofu, það kannski 3-4 handleiðara eða þess að með börnunum að vinna þar. Það fer stundum fram eftir kennslu. Það hefur tilnefnt til þess að vera meira með bara svona aðstoðarheimili. Ekki endilega það sem það á að gera. Og í fjórða lagi þá það rafræn leiðsögn en hún virkar oft ekki nægilega vel þar sem að tæknin hún á það til að svíkja. Þegar þessi börn taka próf, eða breyta próf, þá má handleiðarinn vera með þeim í prófinu, sem þá túlkur og leiðir þá í gegn. Þeir með nota námsbækur, þýðingaforrit og orðabækur. Setjast yfir. Ef við skoðum hvaða þeir sem eru mikilvægir þættir í faglegu starfi með nýflutum, nýjum nemendum, eða annar móðum, þá það námsleiðsögn og námsleiðsögn sem virkar. Ef hún gerir það, þá hún góð brú á milli nemenda og skóla og hjálpa nemendanum við að komast inn í skólakerfið og passa. Kortlagning, þar sem styrkleikarnir eru kortlaðir og þar fyrst og fremst leitað eftir í hvað nemandinn sterkur til þess að hægt sé að vinna áfram út frá því. Við erum ekkert að leita veikleikum en þeir. Bæði starfsmenn, kennarar sem kenna nýflyndum þurfa að hafa tilskilda menntun í Svíþjóð. Það sænska 2, það segja sænska fyrir þá sem hafa annað móðurmál. Kennt sem kjörsvið í sænska kennaraháskólanum vegna þess að almenn kennaramenntun ekki talin nær þar sem að það ekki nægilega sérstætt þekking til staðar. Skólaganga án aðgreiningar. Þetta þýðir það að nýflutningar eiga að blanda bekkjum, það ekki að halda sér í sérskólum eða sér bekkjum, heldur að blanda þessu best inn í aðra bekki. Þannig að þeir náu tökum á skólamálinu og svo í frístundum þá læðist frekar festaskóla. Takk fyrir mig. Ég fór til Danmerkur, námskennara og þar heimsóttum við sjúkraskóla í 3 sjúkraflugum, Kaupmannahöfn, Persholm og Hróarskeldu. Svona lítur fjölmenningin út í Kaupmannahöfn. Það eru ríflega 602.000 eða íbúar í Kaupmannahöfn og þeim fer fjölgandi. Fjöldi nemenda í grunnskólum á aldrinum 6–16 ára 56.455 og 27,6% af þeim heildarfjölda með annan móðurmál en dönsku. Það gera að ríflega 15.500 nemendur fá dönsku sem annan mál í Kaupmannahöfn einn og sér. Og með svona aðeins tölur. Og þau eru langflest það sem tala arabísku. Ísland hérna með 2% sem við
mjög fá Pólverja, þar sem við höfum meiri hlutan hjá okkur. En þau tóku nýlega upp nýja stefnu og endurskoðuðu móttökustefnu hjá sér við og byggja hana á sænska módeli sem búið að kynna nokkuð vel hérna fyrir ykkur árið. Stefnan heitir Ný í København. Það er 1 símanúmer og 1 netfang sem fólk er í samband við til að komast inn í skólann. Það er 1 starfsmaður sem hefur þetta hlutverk að svara í símann eða að taka tölvupósta og það er mjög mikið að gera í júli ágúst og svo lítið að gera eftir það. Fólk sem hefur samband við þetta netfang eða símanúmer og starfsmaður skólaskrifstofunnar sendir fjölskyldum með barnið í viðeigandi skólahverfi til að taka stöðupróf sem þau búið að fjalla svolítið vel um hér. Það sem er verið að finna út styrkleika barnsins og svo eftir það er þeim bundinn staður í skólanum. Markmiðið með viðtalinu eins og kemur fram er að finna rétta skólan og að gögnin fylgi barninu í skólanum og séu sambærilegir til skóla og samanburðar hæf. Og það er það kannski það sem okkur finnst svolítið mikilvægt að gögnin séu samanburðar hæf og við séum að tala saman hlutin þegar að nemendur koma til okkur. Þeir eru jafnvel að flytjast á milli skóla líka. Þeir kannski búa þetta er allt fólk sem að flytja milli þar og börnin skipta skóla. Eftir viðtalið eru 3 valkostir. Það er annarkvæmt venjulegur bekkur með stuðningi, móttökubekkur og hraðar umskipti yfir í venjulegan bekk og svo sérskóli með stuðningi. Og markmiðið er að sem flestir fari inn í venjulegan bekk, verið færri móttökubekkir og hraðar umskipti yfir í venjulegan bekk. Það eru móttökubekkir fyrir yngstu börnin út alla Kaupmannahöfn, þannig að þau eru í sínu heimahverfi. En móttökubekkir fyrir unglinga út alla er færri skólar sem ætlaðir eru unglingum og þau taka strætó á milli hverfa, enda eru meiri sérhæfingu kennari þar að ræða. Og samkvæmt reglum í Danmörku eða í Kaupmannahöfn, þá er reglan þannig að þau geta verið í móttökubekk í 2 ár. En skólaskrifstofan vill samt stytta þann tíma niður í 1,5 ár til að byrja með og svo stytta hann enn meira í framtíðinni. Svo fórum við í sveitafélagið Hörshólm. Það er sveitafélag með 25.000 íbúar og vel stælt sveitafélag. Og það liggur 25 km norður af Kaupmannahöfn. Þeir tóku á móti 150 flóttabörnum árið 2015. Þau voru áður sett í sérstaklega móttökubekki, aðgreind frá dönsku börnum. Og þá fóru skólastjórnendur að velta fyrir sér hvort þessi aðferðafræði virkaði. Virkar þetta að taka þetta svona út úr, hafa þið saman, þau eru tala saman í sínu máli, eru litlu samskipti um dönsku börnin, er þetta virkað? Nei, þau töldu þetta að vera ekki virkað, þannig að þau höfðu samband við EAL Academy í London og netfangið heimasíðuna, þetta kíkja á hana þegar þið fáið glæðunar. Það er sem sagt sérhæft fyrirtæki sem að sérhæfa sér ráðgjöf til menntastofnana innan Breiðholtsveita læsi og menningaraðlög, brúarsmíði og ensku sem mannamáli eða dönsku sem mannamáli í þessu tilfelli. Og það var tekin svo ákvörðun að skólastjórnendur og kennarar þeir fóru allir námsferð til London á námskeið til EAL. Þeir sá ekki eftir því. Þegar kennararnir voru og stjórnendur líka mjög ánægðir hvernig til tókst og sáu fram á að aðferðir sem þeir lærði heldur ekki einungis nemendur með dönsku sem mannamál heldur gátu kennarar yfirfært yfir á alla bekkikennslu. Lærdómurinn frá London var þessi. Kennarar verða að mæta börnunum með því að vera góðir fagmenn. Þeim finnst ekki virka að setja upp sérstakt kerfi fyrir börnin, ekki taka þau út og búast að einhver annar taki og gera við skólaferð. Og þau læra ekki tungumálið og þau aðlagast ekki dönsku og samfélaginu ef þau eru aðskilin frá þeim. Þau lærðu daglegt mál með því að vera með öðrum börnum og svo sáu þau að það verður að aðlaga allan skólann og allir starfsmenn þurfa að vera meðvitaðir og taka þátt. Þannig bjuggu þeir til nýja stefnu. Felles börn, felles ansvar. Okkar börn, okkar ábyrgð. Nýja móttöku þeirra er þannig að tvítugur börn byrja strax í daggæslu á skólum. Það eru engir móttökubekkir. Það er 1,5 starfsmaður aukalega í hverjum skóla til að kenna börnum eitthvað dönsku og það var lagt upp með 1 til 1,5 tíma á dag. En reyndin var svo að þau fengum miklu meiri dönskukennslu í byrjun og er í massífri dönskukennslu fyrstu 2 til 4 vikur. Svo smám saman þeir júgur eftir að
fram líður. Annað sem okkur fannst mikilvægt í Hörstholm og tengdist stefnum þar var að það voru svo skemmtilegt vínaverkefni. Danskuböndin voru undirbúin undir komu nýju erlendu nemendana og þau fengu hlutverk að vera honum með henni innan handar fyrstu vikunar. Tóku vel á mótunum, sá til þess að hann vissi hvað mötunettið og klósettið var, verkefnastóðnar, kynntan fyrir hinum kennurum sem að kenna bekknum, fylgdi honum eftir í frímínútum, þannig að það var sáu svolítið hann svona fyrir utan skólastofan og innan líka. Þau dönsku fengu kennslu í því hvað felst í því að vera dansk skólavinur. Hvernig kemur fram hvað má ekki gera. Upplýsingar voru sendir heim til foreldra og í lokin var nemendur viðurkenningarskjal. Þetta prógram tók svona 2-3 mánuði í sumum tilfellum. Og þetta hefur í sumum tilfellum leitt til tengsla foreldra danskra barna og þeirra erlendu. Foreldrar hafa boðið erlendu foreldrum heim kaffi og ég vil búast að hjálpa erlendu nemendunum með heimanámið, tekið þessir að hvetja erlendu foreldrar til að mæta á skólaviðburði og bekkjakvöld, þannig að þetta verkefni hefur haft svona jákvæðar hliðarverkanir án þess að það hafa verið lagt upp með það í upphafi. Svo stuttur tími sem það hefur og það er svona að fara að segja, ég geti talað í afstæði eftir sem allir sem við sagðum á bann. En svo fór við til Hróarskeldi. Það er sveitarfélag með 50.000 íbúa í bænum og 80.000 alls ef við teljum sveitirnar í kring. Og árið 2016 setti þeir fram nýtt skipulag við móttöku flóttabarna sem byggir í sænska kerfinu, eins og fjallið áðan. En samt sem áður aðeins öðruvísi því að þeir eru með 12 vikur í móttökubekk allavega þarna í Hróarskeldi. Og á þessum 12 vikum á að vera búið að greina kunnáttu barnanna og velja fyrir þau viðeigandi skólaúrræði sem að getur þá verið þarna fasi 2A til 2C. Sem sagt bein aðlögun í almennan bekk. Svo eru móttökubekkur og aðlögun að almennan bekk smám saman og svo venjulegur móttökubekkur. En unglingarnir eins og áður kemur fram þeir fara í sér úrræði af því að það er bara styttri tími sem það hafa til að tileinka sér dönsku. Það voru 15 börn í móttökubekk í upphafi en núna er 165. Það hefur dregið úr fjölda 300 barna sem koma í skólana en þeir voru alveg svakalega mörg þarna á árunum á undan 2014 og 2015. Skólaeigendurnir í Hróarskeldi eru ekki sammála þeim í Hörstholm að allir nemendur fara í almenna bekki þar sem þeirra upplifun er að margir flóttamenn eru langt á eftir námi og geta ekki fylgt eftir námsefni jafnaldra. Kannski koma börn sem hafa aldrei verið í skóla og við hittum fyrir þannig nemendur. Við erum að hitta fyrir líka nemendur sem eru forsjárlausir sem koma einir án fylgdar fullorðum eða barn sem hefur búið í flóttamannabúðum í mörg ár og hefur aldrei verið í skóla og orðin 10-12 ára hann hefur ekki lesa hvernig í starfi þannig að það segir sér sjálft að það þarf að byrja á öðrum stað þar. Þetta er kannski ekki þeim krökkum að fara inn í venjulegan bekk með jafnaldrum. Þannig að það er áskorun en það er kannski ekki það sem við á Íslandi erum að takast mikið á við. Við erum að vinna með nemendur sem eru fluttir til okkar og ekki flóttamenn mikið, það voru þó flóttamenn sem komið inn á síðustu helgi. Það fóru Vestfirði og Austurland. En svo sem það. Okkur var Noregi. Som við sagt, Rafnarstofnir verkefnastjóri miðju máls og læsis. Til Noregs fór ég ásamt 8 kennurum af höfuðborgarsvæðinu og þar heimsóttum við þessi skóla sem þið sjáum þarna á. Við heimsóttum 3 sveitarfélög, Bærum, Hamar og Oslo. Og í Oslo fórum við reyndar ekki inn í grunnskóla, heldur tungumálamiðstöð sem ég mun aðeins segja ykkur frá. Mér skilst að ég falli á glæruprófi með þessari glæru. Það reyndi að segja mér að stelpunar en ég ákvað að þessa glæru skilti ég samt sýningur. Vegna þess að í lögum um grunnskóla og framhaldsskóla í Noregi er reglugerð sem er þarna reglugerð 2.8 og það stendur bara hreinum skýrum orðum nemendur í grunnskóla sem hafa annað móðurmál en norsku og samvisku hafa rétt á sérstaklega norskukennslu og þar til þeir hafa náð fullnægjandi færni í norsku til þess að fylgja venjulegri kennslu í skólanum. Ef nauðsyn þykir hafa slíkir nemendur einnig rétt á móðurmálskennslu, tvítindri fargreinakennslu sem við ætlum að segja frá aðeins betur frá eftir, eða
Móðurmálskennsla má vera við annan skóla en það sem nemandi er í. Ef ekki er hægt að veita móðurmálskennslu og tvítungiskennslu, faggreinarkennslu af starfsfólki skólans verður sveitarfélagið að gera það mögulegt eins langt og það nær. Sveitarfélagið verður að meta hæfni nemenda í norsku áður en ákvörðun er tekin sérstaka norskukennslu. Sveitarfélagið skipuleggur síðan þar sem þeir kalla sérstök norskukennsla er reynir það sem við myndum segja íslenska sem annað tungumálkennsla í því. Þannig að sérstökar norskukennslu verður sveitarfélagið að skipuleggja fyrir nýkomna nemendur og sem það er í hópnum þeirra í heimaskólana eða í öðrum skólum. Það stendur þarna líka aðeins neðar að slík ákvörðun má aðeins taka ef hún er talin það besta fyrir nemendum. Þannig að það er alltaf verið að horfa á hag barnsins í þessu tilviki. Og ef einhver undantekning verði á, eða í rauninni þá segir hægt að gera undantekningu frá aðalnámskránni ef nauðsyn þykir til þess að mæta þörfum nemandans, þannig að það er alltaf nemandar sem er í fótbolta. Eins og þið sjáið þá er málsmeðferð sem að þau kalla mjög lík því sem þau erum að sjá í hinum Norðurlandakynningunum, bæði í Nausvíkur og Danmörku. Nemandinn er skráður í sín heimaskóla. Bakgrunnur hans er skoðaður, alveg sama, ég er að tala allir nemendur sem er skráður í heimaskóla. Það svo er skoðað, þarf þetta barn sérstaklega norskukennslu. Þá er lagt til hann sérstakt stöðumat. Ekkert ólíkt því sem það segir frá hérna áðan sem kallar kortlægning. Þá er verið að skoða stöðu barnsins í lestri og stærðfræði og við þekkingu í ýmsum námsgreinum. Þetta er gert móðurmál barnsins eða sterkasta málið þeirra. En einnig er skoðuð vita þeirra eða kunnáttu þeirra í nýja málinu, sem er þá norska í þessu tilviki, og þekkingu örlítis og norskri menningu. Eftir þetta er barnið boðið skólapláss og það er alltaf ákvörðun foreldra hvert þau fara. Vegna þess að eins og þið sjáið, þá eru tilboðið misjöfn og það er alltaf ákvörðun foreldris hvert barnið er á að fara. Í þessum sveitarfélögum sem við fórum eða heimsóttum og í öllum sveitarfélögum eiga þessi tilboð að vera. Það á að vera úrræði að fara beint í heimaskólanum. Við hittum þarna íslenskan dreng sem hafði farið beint í sem heimaskólan, fór inn í almennan bekk en fekk aðstoð. Það getur verið móttöku bekkur í skóla, en svo eins og til dæmis í Bærum, þar voru þau með þrjár móttöku deildir í bænum í 3 skólum, þar sem var líka eitt úrræði. En svo hafa þeir þessa tvítingist faggreinarkennara sem hún Elisabeth ætlar aðeins að segja frá eftir. Og svo leggja þeir mikið upp úr aðlöguninni inn í heimaskólan ef barnið fyrir ekki þar. Tungumálaviðstöðinni í Oslo, ég finn segja ykkur örlítið meira frá henni, þar fannst mér í rauninni eitt af merkilegasta sem ég sá að það var sérstök leið fyrir börn sem ekki voru læs á móðurmáli sínu. Það er sama, ef þeir voru frá 3. upp í 10. bekk voru ekki læs, 5. upp í 10. bekk, þá gáttu þau farið í sérstök leið. Einnig eru þau með, eins og stendur þarna, sérstakan bekk sem er svona millistigum fyrir grunnskóla og framhaldsskóla. Ef barn er að koma í 10. bekk, þá gætu þau farið í framhaldi í þessa leið þar sem þau fá sérstaka kennslu sem að fleiti þeim síðan inn í framhaldsskóla í staðinn að enda eins og það í framhaldsskóla eftir kannski 2-3 mánuði í norsku skólakerfi. Þegar við skoðum sérstaklega það sem kallaði språkcenter, hvernig þau útfæra þetta, þá er þessi staða tekin, þar barnið kennslu í nýja málinu, síðan fer það í þetta mat á læsi og stærðfræði og þá er tekin ákvörðun, eins og efst, fer barnið í lestrarkennslu, af því það kann ekki að lesa, í þann hluta í heimaskólanum, eða fer það beint, eins og hérna greið þar niðri, fer það beint í heimaskólan, eins og ég talaði þennan íslenska grein. Öll börn í 1. til 3. bekk fara í rauninni beint niður, fara í sín heimaskóla og þau fá aðlagað nám í sín heimaskóla. En svo er þetta í boði, móttöku bekkur í heimaskóla eða beint í språkcenter sem eru börn á 5. til 10. bekk. Geta valið sér það eða foreldrar þeirra. Þau fara beint í språkcenter sem eru í miðborg Fossborgar
sem við heimsóttum og við svo til að ég er á leiðinni aftur þangað. Hlakka mikið til að fá að sjá meira af það sem þau eru að gera. Þetta námsmat sem er gert, þetta er byggt á því námsmati sem kemur frá Svíþjóð, þessari kortlagningu þar sem Danir eru líka að nota. Norðmenn segjast nú vera búin að betrumbæta þetta, við erum eitthvað að sjá það, við erum að sjá eintaka öllum þessum útgáfum til þess að sjá hvað er á besta, því við viljum taka það besta upp í okkur að sjálfsögðu. En þau eru búin að þýða þessi matspróf, eða hvað sem við erum að kalla, á 51 tungumáli. Og ef maður kæmist inn í þann banka, þá yrðum við, held ég, verður þetta fleyta okkur langt í því. Eins og ég sagði, þá leggja ég mikið upp úr aðlögunum í heimaskólan aftur. Og þar skýrsla skrifuð að skólaksendler, það eru heimsóknir í heimaskólan og til þess að koma þessari aðlögun sem best í þar. Það sem okkur fannst í rauninni merkilegast, í þessari ferðaákvæði, var þessi samræmi að urðu allir að vinna samkvæmt þessari reglugerð, öll sveitarfélög vinna eins. Og það er kannski það sem við erum svolítið að kalla eftir, að við getum að vinna saman á, eins og það sögðu hér áðan. Börnin fara ekki bara á milli skóla innan sveitarfélags, heldur eru þau á plats á milli sveitarfélaga líka. Elisabeth. Mér finnst eiginlega eins og sem búið að segja allt og ég finnst bara að það er sérstaklega þetta þér, Kristínu, æðislega. Og ég sem heiti Elisabeth Brekkan og er ást við að kenna nýbúum og Seltjarnarnesi og er oft spurt nýbúar og Seltjarnarnesi, nýbúar og Seltjarnarnesi. Já, það er sem börn frá Ameríku, Ástralíu, Ungverjalandi, Litháen, Póllandi, Indlandi, Noregi, Svíþjóð, Danmörku, svo eitthvað sem ég glemdi. En við fórum sem sagt til Bernum og það sem ég ætla að tala það er flýtingur farkennar. Hvað er það? Jú, barn sem kemur fer auðvitað í sérkennslu í norsku en fær með sér tvítengdan kennara inn í mismunandi fög. Það þýðir að það er engin, eða það er lítil hætta á að barn sem kemur einhverstaðar langt að lendi aftur. Tvítengiskennari sem við kynntumst var kona frá Serbíu, hann var sérstaklega skemmtilegt og skemmtileg, fylltist alla Osloborg og fannst hann ekkert mikið mál, en svoleiðis var þetta að það er 60 mínútur per viku sem við fáum í þessar tvítengiskennslu og það sem meira er að foreldrarnir, það er mjög mikilvægt að foreldrarnir skrifa undir, sem eru sammála að þetta er aðferð sem við viljum að barn okkar taki þátt í. Þessi tvítengiskennari sér líka að það gildir heimanám, en er nefnandi undirskrift frá foreldrunum að við ætlum líka að vera með. Og þetta skiptir alveg óskaplega miklu máli. Þetta finnst mér eftir 30 ári þessum frásæða, 40 eitthvað ég svo gömul núna, að mér fannst þetta vera meginmál. En auðvitað er þetta ekki það sama á stuðningsfulltrúi, þetta er menntaður kennari í báðum fögum. Nú, síðan var einn sem og ég spila okkur takk síðan var einn og það var mjög jákvæð aðlögun. Eins og þið öll vita þá fæðast Norðmenn yfirleitt með skíði á fótunum og skíði, útivist, allar þessar íþróttir skipta ofboðslega miklu máli. Og þetta er strax komið inn í orðaforðan, allt sem hefur að gera með orðaforðan. En það er ekki nóg með að það bara sett inn í orðaforðan og inn í þessari talu. Þau fara á skíðir. Þau eru alveg upp í landi sem ekkert nema sandur og sól, en þau fara strax í skíðabankan í Bern. Hvað er skíðabanki? Það er eins konar góði hirðirinn eða banki, þar sem að venjulegir Norðmenn gefa skíði og gefa skíðaskó og allt sem hefur með það að gera og það verður líka norskukennsla. Það er mjög mikið undirkennsla, alveg strax
Og þá, þrátt fyrir að þau séu náttúrulega mikið hjá norskukennaranum, þá það alltaf með öðrum börnum í þessar útikennslu. Og ég veit ekki hvað væri sambarlegt, svo ég var að segja manni mér, hvað getur hann haft svona íslensk og þá byrja hann að fara með íslendingasögur eitthvað svona. En það ekkert sem líkt þessu. Þau læra hytti og fæsistuðu og þau læra buna, sem því bara þjóðbúningu. Það enginn sem byrjar búin að vera kannski hálfa mánuð í Noregi sem veit ekki hvað 17. maí og þó þau séu. Þannig að það rosalega mikið norska aðlögun. En það sem þið sjáum hérna, það að það afar góð vöndun og Bærum kommune ekki sem sagt sambærilegt við Rosenborg sem við vorum að heyra hérna áðan. Heldur Bærum kommune sem sagt svona samkurl af Seltjarnarnesi og Garðabæ. Þetta sem sagt menntunarlega og fjárhagslega sterk kommuna. En samt faraði náttúrulega eftir öllum sömu reglum og í landinu öllu. Og það sem að mér fannst, og bara sem að einkenndi þetta, það var að þetta ekki einkamál kennarans, nýbúakennarans eða norskukennarans, þetta ekki einkamál tvítingiskennarans, heldur allur skólinn og allt samfélagið hluti af þessu. Það að segja, það faðmlag og festa sem allir eru með í. En norskukennsla getur verið allavega og núna ætlum við að fá að sjá, svo sem annars get ég líka sagt það að við höfum ekki alltaf verið vel í Lísu. Ég var með í 14 ár í sumarskólanum sem var Rauði krossinn, námsflokkarnir og Reykjavíkurborg og við hér báðast. Þetta var ákaflega góður undirbúningur fyrir krakkar í skólanum að þetta var stegið af. Þetta er komið í bylgjum. Ég var líka í Hafnarfirði fyrir 2007, það var mjög gott landslag þá, þannig að þetta hefur komið í bylgjum, við hefum ekki alltaf verið alveg allt við okkur. En nú skulum við sjá, já, dralllega ég ráður okkur. Já, ok. Síðan skulum við sjá ein aðferð við að kenna norsku. Hún er svona, hittu. Við skulum ekki það drömt. Ok, takk fyrir. Du har läst det i verket, vår kvalitetsspråk ligger på stånd. Jag är särdeles slitig och opplärd står paragraf på dörr. Jag hade inte varit så konsekvenslös ord. Men jag tar försiktigare upp av det här laget, har sökt år. Särskilt språklärare som verkligheten. Särskilt språklärare det är inte så vanskligt att förstå. Så hvis du har hørt litt etter, så skjønner du det nå. Kjære deg, direktor. Jeg har en sånn elev, jeg. Hva skal jeg gjøre med det? Jo, du må kartlegge eleven og fatte tørkevedtak som er klikkende klart. Hva slags språkopplæring kan du bidra med? Ikke for å være ovenfra og ned. Men du skjønner ikke det. Overextremal og integrert kan ikke klasse med. Fra en side som begynner med og TGB. Og resten av adressen finner du på Utdanningsdirektoratets nettside et sted. Særskilt språkopplæring kan være
að koma þessari reglugerð og þessari kortlagningu til fólksins hvernig þau ætti að vinna þetta. Og mér finnst að hafa gert þetta frábært. Spurning með það breytist eitthvað hvort það var kannski bara ótti eða eitthvað. Þetta er svona glöpagalla með hanska. En við erum búin að fjalla núna heimsóknir þær sjálfar og það er bara náttúrulega mjög skemmtilegar og áhugaverðar, við lærum ótrúlega margt og kannski gaman að taka það fram og ítreka að öll kennsla sem við sáum til dæmis í Danmörku var á þennan hátt sem að Elísabet er að tala um. Mjög mikil verkleg kennsla, mikil sýnikennsla, mikil talmál. En til þess að setja aðeins í samhengi að skoða fjölda nemenda á Íslandi með erlend ríkisfang og erlend móðurmál. Þið sjáum að grænu súlurnar sýna nemendum erlend móðurmál og bláu eru nemendum erlend ríkisfang. Þetta eru reyndar glæra frá 2014 en við fundum ekki nýtt glæra frá Hagstofunni. En það sem kannski sýnir sér best er að súlurnar hækka ár frá ári og nemendum erlend móðurmál. Við kannski sjáum það betur en þess að hér. Þannig erum við með aðeins nýju tölur. 2016 voru 2679 nemendur og þetta er á höfuðborgarsvæðinu. Þessi tölur. Það hefur verið fjölgun öll árin sem þessari mynd sýnir nema árið 2010. Það voru ekki bara Íslendingar sem flutt á landi heldur líka þeir sem höfðu flutt til okkar. En svo fjölgaði þeim smá saman aftur þegar hagvöldar fóru að vænkast. Leikskólabörnin. Ég átti engar súlur yfir þau en Hagstofan gaf okkur þessar upplýsingar. Í desember 2016 voru 2410 börn með erlend móðurmál á leikskóla. Og börnum með erlend ríkisfang fjölgaði 41. Þannig að þessi hópur er á leiðinni til okkar í grunnskólanum. Þannig að fyrir utan þau sem flytjast til okkar svona jafnt og þétt. Það er Kristín. Já, en ég kem aftur. Skiptust á. Hugarskála. Já, það eru veikindi sem sagt, það er einn á þessu þá eftir að hefja á okkar hópnum líka og það stökkur sem skemmi. Já, við náttúrulega byggjum allt okkar starf, rétt eins og aðrir opinberir starfsmenn á lögum og reglum. Og það eru helst þessi lagabálkar sem við sjáum 10 dagar sem að gilda okkur. Og í lögum og grunnskóla er alveg mjög mikið svona einhvern veginn áréttað að það mismunun má ekki eiga sér stað, engin mismunun með neinu þægi. Það segir okkur, það er reiknað með að þetta sé grundvallarforsenda í okkar skólakerfi, að það sé jafn réttur til náms. Nú höfum við ástæðu til alltaf, finnst okkur, sem ég er í dag, að það skortir talsveit á það og þá þurfum við gagnvart þessum nemendum, þau sem tala, það vantar skólakerfi. Það verður bara, við erum bara að horfast í augun við það vantar að bæta það. Og þá er bara spurningu á hvaða grunni stöndum við. Við reiknum með að stjórnvöld standi á sama grunni og við, þannig að þeir hafa kannski tækifæri til þess að athuga þetta. Ef við rennum í gegnum þetta með mótutálluna, þá verður ég að segja bara að í fyrstu sína þá hljómar þetta bara eins og bara mjög góð svona starfslýsing, svona tungumálamiðstöð, svona spróksentrál. Finnst ykkur það ekki? Þetta er nákvæmlega það sem ein svona miðstöð þarf að gera. Og ég bara ítreka það. Það skortir mikið á samræmi. Með fullri virðingu fyrir einstaklingsmiðuðu námi og sjálfstæði sveitarfélaga og skólastefnu hvers sveitarfélags fyrir sig. Þá er þetta bara einhver grunnur sem við fyrstum þess að hafa suðlæga og rekinn eins og ég finnst bara ráðið veikundis. Ég finnst það mikið við að standa fyrir þessu. Í sambandi við þetta sem er rauðlegrað, þá verður ég nú að segja alveg sögulega. Ég átta mig ekki alveg af því hvernig ég til dæmis af því að við Elísabet Frekkan deilum þessu að það er einhverja sveitarfélög sem fólk heldur að séu engin börn eða ekkert uppruna. Ég til dæmis hérna barni sem tala svona í svona sem móðurmál
og öðru sem kampaði arabísku, balkanísku, frönsku og já, mörg tungumál, svo er það Norðurlöndunum afstæðar af. Hvernig í óskapúrin á ég með kennslu minni, það var með 4. lífi neðanforsjá, hvernig á ég með kennslu minni að stefna virkið tvítingi þess að nefna og sjá til þess að þeir geti stundan á í grunnskólum og tekið virkan þátt í íslensku samfélagi. Hvað á ég að hafa með þetta ef það er ekki unnið með móðurmálskennslu sem barn? Ég skora á ykkur öll að íhuga þetta og ekki að liggja inni með þessar upplýsingar, dreifum þessu víðast. Við vitum alveg hvað þörf á þessu. Svo skulum við aðeins fara svona í aðalnámsskóla grunnskóla. Eins og við vitum öll að þá er búin að vera síðastliðin 10 ár. Lögin voru tóku gildi þetta örlaríka ár 2008 og öllu bætum fyrirheit og fallegu hugsanir sem skína bæði í gegnum lögin og aðalnámsskóla voru kannski ekki alveg í takt við það sem aðstæðurnar sem við upplifum í grunnskólanum þá. Það var alltaf verið litið á kennslu í íslensku sem annarsmál sem sérkennslu. Og þar sem flestir hafa upplifað var niðurskurður hjá þeim sem síst skyldi. Það var skorið niður í stuðningskerfi skólans á þessum tíma. Og ég held að við þurfum aðeins að hugsa það hvort það er bara því kennararnir sem hefur ekki staðið okkur nógu vel. Nú kemur þessi beiskjótt og fjölmiðlaumfjöllun fram, ég ætla bara að segja það. Hvort það við sem hefur ekki staðið okkur nógu vel, eða hvort það hefur kannski verið svipað eins og heilbrigðiskerfinu, að það hefur skort talsvert á að við hefum aðgang að því sem við þurfum. Ég held að við verðum líka bara að átta okkur á því hvort það getur við. Það er aðalnámsskóla reist á 6 grunnþáttum menntunar. Það er einn þáttur í jafnrétti. Og það er ekki bara verið þannig kynjajöfn. Það er mörg að huga í því líka. Og við verðum aðeins að hugsa það. Ég sem kennari sem er að reyna að fóta mig í því að læra að kenna íslensku smámál, það er miklu vonbrigði. Við flettum vonbrigði upp á blaðsíðu númer 167 sem skoða hætti viðbrigði í íslensku smámál. Það er hálf blaðsíða með 3 þáttum. Þá sem stystu eru komnir, þá sem lengur eru komnir og þá sem eru lengst eru komnir. Það er ekkert talamál og hlustu. Á hverju byggist tungumálamál? Hvernig læra börnin okkar að tala? Hver er það afstæða klasið? Miðað við náttúrulega sem erum komin á þannig aftur sem við Elisabeth erum á. Þessar konur í þessu sveitarfélagi sem ekki eru með börn, að við náttúrulega bara munum tíman að kenna og við munum til dæmis eftir aðalnámsskóla sem kom út og ég ekki segja að hún hafi fullkominn þessi frá 1929. En þið hafið snúðin að kíkja á hana. Það er 25 blaðsíður. Það sem er algjörlega útlista hvernig reikna með að maður fari að því að sinna þessu starfi. Þannig að þetta hefur ekki verið bóta, en það var náttúrulega kreppa. Þetta kom ekki út fyrir 2013, menn það 5 ári kreppu. En hvað er það? Við skulum kíkja á einstaklega. Við erum alltaf þurfum líka að standa okkur í því að reyna samþykkja Alþingi sáttmála sem var ekki svona standað í. Við verðum alltaf bara að passa fyrir það að við skulum ekki börnum. Þetta er okkar börn, þetta er okkar ábyrgð. Við verðum bara að standa okkur fyrir þessu. Hvernig ætlistu ekki til þess að börnin verði fullgildir samfélagsstefna þegar við vorum stóð? Ég ætlast til þess og það er sömu forsendur og hver annar. Það er bara þannig. Heyrði, svo eitt sem við vorum að hugsa líka. Það er hægt að hafa aðgengi að orðabókum á þeirra ýmsu tungumálum, það er rétt. En það er ekki hægt að hafa aðgengi að íslensku orðabókum. Okkur finnst það mjög mikilvægt að það verði unnið því að reyna að finna út hvort það er ekki alveg örugglega hægt að komast inn í því. Því að við höfum ekki bara áhyggjur í íslensku sem öðrum máli, við höfum áhyggjur í íslensku almennt. Og það var ekki með þessu. Gjörðu svo, takk fyrir mig. Eftir áramótin, síðustu, þá gaf Menntamálastofnun út greiningu og stöðu og tillögur aðgerðir
Ég fagna þessu litla hefti. En við gripum þar eina setningu innan úr heftinu sem segir svolítið mikið. Lítið er til á upplýsingum og námsefni fyrir þennan hóp en að mati kennara þarf að mæta honum með sérstökum aðgerðum og stuðningi. Fram kemur að kennarar upplifa vanmál þegar kemur að því að koma til móts við ólíka þarfir nemenda. Og ég held að þessi setning segir svolítið mikið. En þetta kemur líka fram í bókun 1 með kjarasamningin frá því núna í nóvember. En þar segir þess sérstaklega tekið fram að fjöldi kennara upplifir sig vanmáttugan og óöruggan í kennslu með þennan nemenda. Þannig ítrekað er þetta að koma fram. Ég hvet ykkur til þess að kíkja betur inn í þetta hefti, stóðin er þarna. Því að ef ég ætla að fá að lesa hérna bara af fyrstu blaðsíðunni, þar stendur að því að allir eru svo uppteknir af PISA, þá hefst heftið á PISA og segir niðurstöður PISA-prófana benda eindregið til að lesskilningur barna á Íslandi með íslensku sem annað tungumál sé langt frá því að vera nógu góður og fari versnandi. Það er alvarlegt, ekki síst í ljósi þess að viðhæf góður orðaforði og sterkur lesskilningur mynda grunn sem annað nám byggir á. Á sama tíma hefur fjölgað mjög í hópi nemenda með íslensku sem annað mál. Rannsóknir benda enn fremur á að fáir nemendur í íslensku sem öðru máli ekki viðeigandi aðstoð við að ná tökum á tungumálinu sem notað er í kennslu mun það bitna á framvindu þeirra í öðrum fögum. Einnig virðist ýmist benda til þess að brottfall þessara nemenda og nám í framhaldsskóla sé mun hærra heldur í öðrum hópum. Ég vil ekki bara tala um grunnskólan og framhaldsskólan, við þurfum að hugsa eins og þær töluðum fyrir á undan mér að við erum að koma þessu fólki út í samfélagi, þeir eru að vera hluti á okkar samfélagi. En ekki bara tala um grunnskólan, við þurfum að huga leikskólanum líka. Hekla sýndi okkur hér tölur fjölgun, eða þann hóp sem kemur inn í grunnskólan með síðustu tölur þarna, ég man ekki frá hvaða ár þetta var. En við þurfum að hugsa það er stór hópur og hann mun koma líka. En við þurfum líka að muna það þarf að vinna vel með þennan hóp inn í leikskólanum. Því að bara sem dæmi rannsóknirinn Sigríðar Ólafsdóttur nýdoktors hérna við mundavísindasvið sem segir okkur það að nemendur sem eru fædd á Íslandi eða koma mjög ung, þau eru mjög miklu vanda þegar þau koma inn á miðstig í grunnskóla. Þannig að það er mjög mikilvægt að við horfum til þess líka að við þurfum að styðja við þessi börn inn í leikskólanum með öllum það leiðir sem hægt er. Í þessu hefti frá Menntamálastofnun eru mögulega úrbætur og hugmyndir og ég fagna þessum hugmyndum því að þær eru alveg í takt við það sem við tölum í okkar greinum og okkar fundum. Það þarf að endurskoða námskránna eins og Kristín var að benda okkur á. Við erum búin að ræða þetta alveg rosalega lengi sem að erum í þessum bransa mikið, við erum búin að vera lengi, að það var í rauninni nýjast aðalnámskráin, hún er ekki að gefa okkur það sem að námskráin 99 gerði, það sem að þetta var námsgrein. Við þurfum að bæta út mótugúrðin, þau eru víða góð, en við þurfum að bæta þau sérstakt námsefni. Við vitið að við vorum dauðar af öfund í þessum ferðum okkur að sjá hvað Norðurlandabú var eiginlega. En þau eiga ekki bara þessi próf, þeir eiga heilum námsefnisbankana sem bara eru ætlaðir til kennslu bara með annan móðum. Og ef ég ætti bara lítinn hluta þá er ég gefið. Við þurfum að vinna með móðumáli eins og hefur komið hérna fram. Kennsluráðgjöf þurfum við að auka. Við erum, sumstaðar eru nokkuð margir kennsluráðgjöfur en ég bara tala stöðunni hérna hjá Reykjavík. Þá tel ég, mitt mat er það að það þurfum að bæta verulega þann hóp kennsluráðgjöfa. Og til þess að við eigum öfluga kennsluráðgjöf og öfluga kennara þá þurfum við að sjálfsögðu að taka þennan þátt sérstaklega fyrir í kennaranámi og í þeirri starfsþróun. Fyrir utan það að við þurfum að rannsaka þetta og við betur. Við fagnar rannsóknum eins og Sigríðar og fleiri. Það er ekki margar sem komnar en við þurfum að rannsaka. Einnig kemur fram í þessu bækjunni, þessari greinargerð frá Menntamálastofnun, þar sem þau segja bara hreint út sagt mikilvægt er að menntamálayfirvöld setji skýra stefnu og markmið hvernig þau hyggjast styðja við nám og kennslu barna og annarra.
Og þau leggja til að það komi til greina að setja á lagnirnar eitthvað sérfræði teymi á vegum menntamálayfirvalda sem eru sérfræðingar í kennslu barna og menntamála. Og ef það yrði þá ég óskaplega glöð. Það þau segja líka að það þurfa að endurskoða þegar námsgagnar í grunnskólanum og það þurfi að útbúa námsefni og við þurfum ekki alltaf að finna prjóna. Ég er alveg viss það að við getum komist inn í eitthvað þessum námsefnisspönglum ef við leggjum okkur í það á Norðurlöndunum. En hvað verið að gera? Ég auðvitað sett í miðjumáls og læsis Vesturblað. Við erum hjá miðjumáls og læsis, erum með kennsluráðgjafa sem erum með ráðgjöfum kennslu barna, manna og grunnskólanum og með okkur starfar verkefnisstjóri af leikskólasviðinu, Fríða Bjarni, sem sinnir ráðgjöf til leikskólana. En þar erum við líka komnar með 2 stöðugildi brúarsmiða og erum að prófa. Þeir hófust verkefni í október og þeir hafa svo sannað sig á þessum nokkrum mánuðum sem þeir hafa starfað. Það er ótrúlegt, þetta er að þróast, við erum að læra hvernig og þetta byggist eiginlega upp á þörfum skólanum og foreldrum. Við sjáum bara möguleikann í starfi þessara brúarsmiða eða móðurmálskennara sem er svona skipta verkefninu svolítið á þessa 2 þætti. Þeir hjálpa foreldrum að komast inn í skólakerfið og börnunum, þeir kynna skólakerfið og hvað er að vera skólaforeldri á Íslandi. Þeir eru með fræðslu fyrir kennarana kennslu barna, tvítyngdra eða fjöltyngdra og millimenningarfræðslu. Þannig að fyrir utan ótrúlega verkefni. En þetta er svo dýrmætt verkefni sem þær hafa verið að sinna í haust en við erum með Facebook-síðu, við erum með vefsíðu. Það er Facebook-síða sem er búið að ganga í nokkur ár sem allir sem kenna íslensku sem annað mál eru inn á og þar hendum við á milli okkur. Kópavogur, Mosfellsbær eru með annarkvort Workplace eða Facebook-síðu. Mér finnst samfólk er búið að átta sig á mikilvægi þessa þáttar og er komið í samstarfi foreldra og búin að vera fyrir, eða svona erindi fyrir foreldra á ýmsum tungumálum síðustu mánuðina. Þið sjáu að það eru allir að gera eitthvað. Við erum að gera ýmislegt. En ég er líka að heyra að fólk er að gera sömu hluti. Og ég frétti mér svo dögunum nokkra aðilar sem er að þýða sama efni. Og við verðum að reyna að átta okkur á því að við eigum ekki að vera öll að reyna að vinna hlutina. Þess vegna er svo mikilvægt að kannski Menntamálastofnun tækir þennan þátt til sín. Eins og mér sýnist að þau eru að leggja til í þessu bæklingi hérna. Við erum ekki öll að basast í þessu og eins og ég sagði, við erum að gera margt gott en betur má að duga skal held ég bara. Hvað vantar? Við erum öll að vinna í sikur haldinu að móka sömu hóluna, en samt er ekki sama hólan því að hún er að vinna í stöðunum. Það sem vantar er samræmt heildarstefna frá stjórnvöldum, ríki og sveitarfélögum, hvernig við ætlum að vinna þessi málaflokki til að ná árangri. Við starfsfólki á sveitarfélögunum erum tilbúin í samstarfið en sveitarstjórnarfólki þarf að koma sér saman skipting fjárhagsins og okkur stefnum hvað skal halda. Eins og áður hefur komið fram aðalnámskráin. Það er búið að tala svolítið mikið þetta en 25 blaðsíður versus 2,5. Aðalnámskrá 99 gerði íslensku sem öðru máli mun betri skil og fjallaði einnig nám og kennslu, áfanga og lokamarkmiði 4., 7. og 10. bekk með mun ítarlegri og lýsandi hætti sem kennarar gátu stutt sig við í kennslunni sinni. Það vantar samræmdar móttöku nemenda með íslensku sem annað mál. Allir færi það í gegnum sama stöðumat sem unnið eins og gestur á hinum Norðurlöndunum. Þær eru til mikilvægar námsupplýsingar nemendur sem kennarar geta skoðað og byggt áframhaldandi kennslu á. Námsefni sem nýtist öllum kennurum, gagnabanki, bæði rafræn á prenti, orðalistar á mörgum tungumálum, ítarefni, kennsluleiðbeiningar verða endurskoðað með tilliti til kennslu og námsefnis fyrir nemendur með annað móðmál íslensku. Svo er lítið eins og sagt. Menntun allra kennara í grunnnámi þarf endurskoðað svo að kennarar
verður meðvitaður kennslufræði íslensku sem annarsmáls. Þá er ég að tala bara allir fái þann grunn. Þetta verður ekki bara valgreining eins og ég sting upp á hér. Því að við þurfum líka að fá sérfræðinga sem að kunna þetta einstaklega vel að kenna íslensku sem annað tungumál og getur það verið leiðtogar í sínum skólum. Við þurfum líka endurmenntun fyrir starfandi kennara. Við þurfum svo nauðsynlega að bjóða upp á námskeið í kennslufræði íslensku sem annarsmáls, tvítingi, fjölmenningu, brúarsmiðlis og eitthvað sé nefnt. Við erum með frábæra kennara í öllum skólum sem að gera sitt allra besta. En allir í sínu horni og jafnvel sumir það saman. En þetta er tímafrek vinna og það er rosalega tímafrekt að vera að sífellt að aðlaga námsefni fyrir tímann sinn, fyrir nemandann sinn og svo eiga á einhver annar til hjá sér og maður reykur sér stundum á það því að ég er að standa fyrir svona gagnabanka fyrir starfandi kennari í Kópavogi og innanveitur okkar. Við erum að reyna að finna til efni sem við syngjum inn og svo augljósum við eftir er ekki einhver með eitthvað sem við viljum deila með hinum og það kemur ekkert. Þannig að ég veit ekki hvernig við erum að virkja fólk til að deila með sér líka. Við viljum líka samvinnu samfélagsins líkt og Rauði krossinn með heimavinnuna, bókasöfnum, félagsmiðstöðvar, íþróttafélag, þannig að allt samfélagið sé svolítið virkt í að taka vel á móti fólkinu sem vill koma og búa hjá okkur á Íslandi og vinna með okkur og mennta börnin sín. Stuðningur í kennara. Þarna kannski kemur að skólastjórnendum og skipulagningu að til dæmis fundatöflunni, fjölda funda og tíma til undirbúnings. Eftirvilendar vel að taka teymiskennslu þar sem kennarar skipta með sér ábyrgð á undirbúningi á kennslunni og nemendum. Þar sem hægt er að búa til mismunandi námshópa eftir þörfum og eftir hvað hentar. Við áttum okkur því líka að það er ekki bara við kennum ekki bara tungumálið í íslensku tímum eða íslensku sem annað mál. Við þurfum að kenna íslensku líka í náttúrufræði, samfélagsfræði, íþróttum, heimilisfræði, öllum þeim greinum sem við kennum í skólanum. Og áherslan þarf að vera heildræn nálgun í skólastarfi þannig að við hugsum lausnir til að aðlaga aðflutta nemendum betri samfélaginu okkar. Já. Áskoranir og úrbætur. Við köllum eftir því að sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu taki höndum saman og vinni saman að þessum gríðarlega mikilvæga málaflokki. Við köllum eftir því að verklag og verkferlar verði samræmdir af sérfræðingum þannig að hver og einn sé ekki sínu höndum að gera sitt besta í stað þess að geta gripið til verkfæra sem eru skýr og auðvelda faglega vinnu. Í hverju sveitarfélagi fyrir sig býr gríðarlegur mannauður þar sem mikil þekking af málaflokknum liggur fyrir en allir eru að vinna það saman fyrir sínu höndum. Væri jafnvel hægt að vinna faglegri vinnu og hafa hann miðlæg á einum stað fyrir allt höfuðborgarsvæðið eða bara allt landið. Og það eru margir innflytjendur út allt land og þörfin ekki síður það er hér. Samanber fréttirnar af flóttamönnum sem komið til okkur síðastliðna helgi. Gætum við verið að fara betur með almannafé ef við tækjum víðtækara samstarf. Frumkvæðið þarf hins vegar að koma frá stjórnvöldum, samræmingin þarf að koma frá ráðuneytinu. Helst viljum við sjá stofnun sérstakrar tungumálamiðstöðvar sem heldur utan námskimun eða stöðu á getu og kunnáttu nemendalíktur. Fjallað hefur verið hérna áður. Þar sem upplýsingarnar væri skráðar niður á sama formi og nýtast öllum skólum, höfuðborgarsvæðisins og landinu öllu og fylgja nemendum eftir í það skóla sem þeir fara í. Þessi tungumálamiðstöð myndi safna á eina hendi þekkingu sem nýtist málaflokknum og væri til að skera stigu við alla skóla landsins. Við höfum sett fram atriði það sem við vildum sjá betur fara, en við gerum okkur líka fulla grein fyrir því að hlutirnir breytast ekki 1, 2, 3. Við þurfum öll að leggjast á eitt frá öllum hliðum skólasamfélagsins og bera ábyrgð á því að mennta alla okkar nemendur. Við getum ekki afhent öðrum ábyrgðina á því að kenna erlendu nemendum íslensku og tekið svo við þeim þegar einhver annar hefur lagað þau. Hlutverk skólastjórnenda er að vera meðvitaðir stöðuna, styðja við kennarana sína og sjá til þess að dreifa ábyrgðinni á alla í skólanum. Við viljum alveg upp ábyrga, vel menntaða einstaklinga sem eru fullgildir þáttakendur í samfélaginu okkar í alls konar geirum og störfum.
Við viljum sjá að nemendur með íslensku sem annað tungumál fari í framhaldsskóla, hvort heldur sem er í bóknámi eða iðnnám, og ljúki námi þaðan og haldur sér vel í enn frekara námi eða þeir hafa til þess óskir og þannig eflum við samfélagið okkar og mannauð. Okkur veitir ekkert af því. En mikilvægasta aðgerðin sem við þurfum að ráðast í hér á landi er að samræma stefnu og verkferlana og samnýta þekkingu og fjármagn. Þetta eru okkar börn og okkar ábyrgð. Takk fyrir. Með þjóðarfundi 3 er eitthvað með spurningar? Maja? Já. Var það komið að þessum að samþykkja að sinni vinaverkunum? Já. Það var bara með samþykja Já. Var eitthvað sem að tala áðan með fórölduna að það er getur búin að það? Var það að það er vandræða eða var það fattir eða bara Já, það var sem sagt að við skrifuðu sérstaklega undir að þau varu samþykki að það kæmi inn þessi frítekniskennari og að þau tæki þátt í heimanámi. Vegna þess að það myndi að brenna við að það er ekkert heimanámi og ekki neinn stuðningur fyrir heimanámi. Þú voru eitthvað sem að fólk þátt sjálf að það var bara samþykja. Það var ekkert einn sem var samþykja. Í Danmörku, í vinaverkunum í Danmörku, þar voru svona aukaarfið. Það voru foreldrar sem að tóku fjölmiðlegu þátt og það fannst það svona neikvæðlega svona vera góðir samfélagslegir borgarar að taka vel á móti nágrannum sínum. Já. Við langaðum að koma að leggja til að við erum 3 sveitarfélög sem eru byrjað að þýða sænska prófin stöðulæti og erum búin að fá hraust með Menntamálastofnun og við erum búin að skrifa til samning með þeim. Þannig að við viljum deila þessu með öll sveitarfélögum. Frábærlega. Það er einhvern veginn. Já. Já. Bara takk fyrir þetta, það var frábært á okkur. Það er ein spurning sem að brennur á mér til að bera saman þannig að við myndum það sem við gerum það. Það er tvennt. Hvað með móðmálskennslu á Íslandi? Það er ekki fyrir neina. Móðmálskennslu. Og er eitthvað í reglugerðunum okkar að við eigum að sinna? Ef ekki bara segja að það hafa ekki beinlínis við á þessari dagskrá. En auðvitað Það er að bera saman við Norðurlöndin sem er að sinna. Þetta er mikið fyrir í móðmálskennslu. Já, móðmálskennslu, það er að segja íslenskukennslu. Móðmálskennslu. Mig langar að fá svara þessu af því að ég er búin að líka svolítið yfir þessu lagagrunni. Það er bara sagt að stefnt skala virku tvítingi þessar nemenda svo þau getur lifað að starfa. En það er ekki, ég hef hvergi rekist á hvar og hvenær svo kennsla á fara fram, eða hvernig? Nei, en hún er þannig að foreldrar geta kosið að senda börnin sín í sérstaklega skólaskólaðuna. Það er ekki að hafa eitthvað skóla. Jú, ég held að það hefði komið alveg svakalega fram að auðvitað finnst verður þessi full þörf á því að það sé boðið upp á þessar móðmálskennslu. Það er ekki tilbúið. Ó, en það má bæta því takk fyrir saman. Passa það að það settu þig, það var móðmálskennslu. Líka er eftir. Það er komið í tinginu. Verknaði sambandi við námsefnið og tillögumstæði Menntamálastofnun. Það var starfræktur hópur sérfræðinga síðasta vetur sem tók yfir allt námsefni sem hefur verið gefið út á íslensku, hvað hefur virkað vel, hverju mætti kannski leggja, sem að fór yfir það efni sem er til á Norðurlöndunum og gerði mjög ítarlega tillögur af því hvað er hægt að taka upp, hvað vantaði og var gefið út ítarleg skýrsla. En svo hefur raunverulega ekki gerst eftir það, en þessi vinna er búið að gera þessi vinna. Það var að framkvæma Hjá Menntamálastofnun. hjá Menntamálastofnun. Í rauninni þar sem ég sá þetta úti, það er ekki bara verið til námsefni, það er til kennslu og áætlanir, skipulag,
alveg frá A til Ö hvað á að gera. Og kennarar. Og kennararnir hafa horfað bara ekki hendur. Það það sem mér fannst svo glæðið. Það eru fleiri. Já, það til þess að þú maður sem á leikskólan í Tindutjörnsrætt, þá var það eitthvað sem þið rættu það sem úti. Ég er að velta fyrir mér sko að því eins þú segir svo koma þessi nemendur, leikskólanemendur til okkar að þurfum við líka að horfa á það. Sjálfsögðu þurfum að horfa á það. Ég veit að Fríða Bjarney sem að starfa með mér á skóla Kristjánssyni hefur verið að skoða það svolítið í Noregi. Og það verður kannski einhver smá liður þegar þetta ferð sem ég og Fríða erum að fara á svona fyrir. En við vorum ekki að skoða það sérstaklega þess að við aðeins spurðum út í frístundastarfið og svona og það var ágætt að útfært. En Fríða vill kannski bæta einhverju við. Það er strax daginn sem þau stíga fætismenn yfir og þó að það stígir verulega miklu mála að bæta kennslu fyrir grunnskóla, eða menntun grunnskólakennara í þessu nafni, þá skiptir menntun leikskólakennarana ekki síður máli og það er kannski, ég held að það ekki alveg átta okkur á því hvað þetta er viðkvæmt. Barn sem að skiptir málum fyrir viðri málum. Það er ekkert sem býðum eftir að koma til barn og vera 4 eða 5 ára, eða 6 eða 7 ára. Þetta er eitthvað sem þarf að byrja að huga að leið og barnið gengur leikskólan og í fullu samstarfi við foreldra. Þannig að það er mjög breytt vinnubrögð þar líka. Samræmingu kannski þarna og samstarfi til skólastiga og samræmingu. Þannig að leikskóla má alls ekki vera útlægt í þessari vinnu. Og við dröfum það sem það. En það er bara ótrúlega skemmtilegt. Þá þökkum við ykkur bara kærlega fyrir komuna og sem það